Dagur Elí Ragnarsson og Davíð Hjaltarsson af liði Kámanna. Jón Karl Ásgeirsson í markinu og Steinar til bakverðið Birni Carlos Erravelo út á miðjunni og Ólafur Sæmar og Daði Snær fyrir framan hann og fremstu þrír eru Egill Atlason Ingi Þór Albertsson. Gaman að þessu. Þetta er risaleikur og það má kalla þetta svona eins konar toppbaráttu, toppslag. Eins og staðan núna þá eru KA efstir í sínum riðli en Hörður eru skammt frá og eiga leikinni og ef Hörður ef þeir sigra þennan leik þá eru þeir efstir, þannig að það er mikið undir. En þessi lið mættust fyrir í sumar og sá leikur fór 1-1 ef ég man rétt á erfiðum útvelli 2-2. Þannig það má alveg búast við bara hörkuviðureign hérna á þessu föstudagskvöldi. Þetta byrjar svona nokkuð rólega. Hér sjáum við harðamenn setja pressu, Gummi Rólur, Finnur Carlos. Við leysum vel úr þessu. Hér er Ingvi með boltan. Ætlaði að finna byggan í hlaupið, gekk ekki. Já, Steinar gerir vel hann að kemur sig fyrir framann. Sóknarmanninn. En þeir eru harðir að vinna boltan aftur. Þessi lið mættust líka í fyrr á undirbúningstímabilinu og þá fóru KA-menn hamförum og unnu þann leik mjög stórt. Mér minnir að það hafi verið 11-1 eða eitthvað. Sá leikur var einmitt sýndur hérna á Haukar TV. Þannig að það er kannski full líkt að búast við svipum leik og þá, en við vonumst eftir mörkum og skemmtun. En hér sjáum við Daða, þetta er vel spilað. En boltinn endar í höndunum á Þráni. Hvernig sem var fallbeygir þetta nafn? Segjum bara Þráni. Carlos sterkur hana. Vinnur 2 skallabolta í röð. Sem er vel að sér vikið. Þar sem hann er ekki nema 1,60. KA-menn þeir hafa verið með pennan á lofti í þessum fjarskipta glugga og fengu til að mynda einhverja 7 leikmenn úr Álafossi sem að, já, þá eftir að koma í ljós hvernig komast inn í þetta, en þetta eru flotti leikmenn og réðu með mitt aðstoðarþjálfari í leiðinni. Hann hvað er með þetta? Kristinn Aron Hjartarson sem verður núna hægri hönd Sali restina af tímabilinu. En hann var einmitt að spila með Álafoss fyrir þessu tímabili og heillaðist að spila mennsku KA og vildi taka þátt í þessu ævintýri. Skemmtilega hælspyrna þarna, Gummi ákveðinn.
Það ríkur út úr vörninni og brýtur á sér. Guðmundur liggur eftir en hann harkaði þetta á sér. Þessi fer bara ragleitt yfir endalínuna. Spilum út úr þessu. Óli fær tímaðana. Steinar með langarsendingu upp á Bygga. Harðamenn gera vel hana, ná skall í burtu. Egill tapar boltanum fullauðvöldlaðana en Óli er fljótur að vinna hann aftur. Og hann, finnur Carlos. En kannski til að kynna þessa nýju leikmenn aðeins fyrir áhorfendum. Þá erum við með allavega þrjá nýliða í hóp í dag. Einn í byrjunarliðinu, það er Yngvi Þór Albertsson, en hann var einmitt fyrirliði Álafoss. Þetta er Skagamaður. Bara getur bæði leyst kantinn sem á bakvörð. Og hann ætti að vera flott viðbót í hópinn. Svo erum við líka með Karabó á bekknum. Hann er virkilega skemmtilegur leikmaður. En hér sjáum við Egil og hann með fyrirgjöfuna. Og þessi fer á fjarstöngin á Yngva sem að óheppinn hann náði ekki valda á boltanum. Það er langur hana á Guðmund Pál sem er, Sigurð Arnar segi. Þessi dættur fyrir Carlos sem að tekur boltan niður. Binni fer yfir á hægri og með góða sendingan á Daða sem að finnur sér svæði milli miðju og varnar og með góða sendinga á Birgi Þór sem að tekur skoti en þetta er beint á þráinn. Flott sóknana hjá Kámanum. Carlos. Já, leitar hann að Agli. Hann virðist hafa farið af Agli hana. Þeir leysa ágætlega úr þessu harðamenn en verður ekkert úr þessu. Sjáum að Byggi er hérna liggur eftir. Spurning hvað hefur komið fyrir. Þetta virtist gera svona frá boltanum. Hvort þannig að ég finni aftan í læri. Þetta vonandi ekki alvarlegt. Sjáum þeir eru eitthvað að reyna að teygja á þessu. En já, ég sá ekki hvað gerist þarna. Sjáum að Byggi röltar hérna af velli. Og já, ég veit ekki. Já, Sali kallar Karibó til sín sem
sem þýðir það að Biggi líklegast ekki að fara að klára þennan leik. Hann hefur fengið eitthvað annað aftanlæri. Það ekki gott. Biggi hefur komið vel inn í þetta. Hann þetta í háskóla í Bandaríkjunum. Fer aftur ekkert mann í ágúst. Þannig að það ekki gott að missa hann í meiðsli. En það verður gaman að sjá hvað hvernig hann kemur inn í þetta. Ég mætti hann að horfa á fyrri leik KA og Álafoss hérna á Ásvöllum og þá kom Karabó inn á þegar það var lítið eftir og hann sprengdi leikinn vel upp og var virkilega skemmtilegur, þannig að það verður vert að fylgjast með hann í dag. Þetta leiðilegt að Birgir hafi meiðst og við sendum honum baráttu kveðjur. Já, þetta hans fyrsti leikur. Hann kemur bara beint upp á topp. En hann miklir hæfileikar í þessum dreng. Hann hefur mikinn hraða og kraft og góður á boltanum, þannig að já, eins og ég segi, verður skemmtilegt að fylgjast með honum í þessum leik. Gummi færir hann yfir á Steinar. Steinar ber boltan upp og með fasta sending á Óla og Óli nær ekki að taka á móti þessum bolta. En Fannar kemst inn í sendinguna og geysast upp öllin hérna. Harðamenn á að leysa ákveðlega úr þessari pressu. En sparka honum síðan beint út af. Ég ætla ekki að reyna að ljúga því að ykkur að ég þekki þetta harðalið eitthvað mikið. Þess vegna hefur verið gott að vera með Jakob Jóhann hérna mér við hlið. Þannig hann auðvitað uppalinn á Ísafirði og þekkir þessa stráka alveg í ræmur. Þannig ég reyni bara að ég geri mitt besta og já, kemur ljós hvernig það fer. Hér sjáum við Carlos setja pressa á hann. Það er ekki oft sem að Carlos tapar boltanum. Gerist eiginlega bara örsjaldan. Og Íll færir hann bara aftur. Þessi var tæp bara að fara út af, já. Og hann fór bara út af. Óli tekur boltan vel niður en á Daði. Já, hér sjáum við Ingva á boltanum. Leitar að Karabó í fyrsta. Sjáum við Karabó, já, vinnur hornspyrnuna. Já. Erum við í Kristni, hann segir að Ingvi að fara upp á topp og Karabó á kantinn. En Carlos ætlar að snúa þennan bolti inn. Aðeins og Lár þarna, kemst ekki í fyrstumann en hann fær aðra tilraun. Og já, finnur Óla Sveinmar sem að lætur boltan fara. Við ná að bæja hættinu frá í bili, en Steinar hana með skemmtilegan bolta í áttina að Óla Sveinmar. En þráin er ákveðin.
eitthvað samskiptaleysið hann á Binni. Áttaði sig ekki á því að hann væri alein. Já. Axel óskar eftir hreyfingu. Þetta er klaufalegt hana hjá Carlos. Algjör óþarfi að brjóta af sér. Og harðamenn þeir þykja öll svona tækifæri. Þeir hafa ágætis hæð. Og eru hættulegir í föstum leikadröðum. Og það er Kári Eydal sem ætlar að taka þessa spyrnu. Hún er ekki góð. Beint á Daða en hann fær boltan aftur. Felix og Kári ekki alveg á sömu blaðsíðu, en Daði eitthvað að misskilja. Og þarna kemur veikt skot frá Birki Eydal. Carlos leysir vel úr þessari pressu. Steinar færi boltan yfir á Fannar. Harðamenn loka ágætlega á sendingar möguleika KM-manna. Þeir eru þéttir tilbaka. Svolítið hægt hjá okkar mönnum. Hér sjáum við Egil taka hlaupi. Steinar, hann hótar sendingunni og finnur Egil. Hann skýlir boltanum. Fær sennilega innkastið þarna. Davíð pótar boltanum út af. Egil ætlar að kassa hann á Binna, gengur ekki. Binni kastar honum á Egil. Þetta er markspyrna, segir Jannik. Ætla ekki eins og að reyna við fyrir hann með hans. Ætla er hann að melda það. Það er einn langur í áttina að Felix. Skemmtilega hælsendingana hjá Eydal. Mikið jafnræði í þessar fyrstu mínútur. Og það má alveg búast við því bara restina af leiknum. Hér sjáum við Óli Sveinmar finnur Binna. Binni kemur þessu svona nokkuð veik fyrirgjöf. Brynjar er auðvitað réttfættur að spila í vinstri bakverði. Við munum sjá hann svona leita kannski meira á hægri fótinn. Gummi finnur hann að Carlos. Karabá með boltan. Sendur hann að Fannar. Þolinmæði svinna, brjóta niður. Varnamúr, harðar. Þeir eru virkilega þéttir. Fín sendingan hjá Steinari og Daði fer í leitar að Yngva sem að gera vel, snýr með boltan og á gott skot hérna, rétt framhjá. Ekkert að þessari tilraun hjá Yngva. Gerði þetta virkilega vel. Snýri með boltan og átti gott skot sem að fór rétt framhjá. Það er það sem við þurfum að gera. Gummi gerir vel hana. Karabá aðeins, smá flækjufótur hana.
með skemmtilegan snúninganna. Það færir hann á Steinar. KR er svona hægt og bítandi að taka smá stjórn á leiknum. Já, Binni kemur í overlappið, brotið á Agli. Boltinn var ekki stoppana samkvæmt Jannik, þannig að þurfum að endurtaka aukaspyrnuna. Komur svo inn í teginn, það er Óli sem að tekur þetta og þessi á fjárstöngina. Karbo reynir að skalla hana aftur inn í teginn en Þráinn er á tánum og tekur þetta. Og hann, já, skemmtilegt þetta. Ansi tæp sending hjá Þráinn. Og Egill vinnur boltann og sýnst að, nei, fáum hornið. Egill á að taka hornið. Sali vill fá annan insving. Kemst ekki yfir fyrsta mann en Carlos tekur seinni boltan. Steinar hittir boltan ekki vel en hann endar á Karbo sem keyrir af stað. En það er enginn hann með hana með skrýtna sendingu og nú geta harðamenn sótt hratt en já, Sigurður fekk boltan hann í hælinn og upp inn. Egill Steinar með fasta sendingu á Fannar. Daði býður sig. Setja pressun á Jóhanna. Fínasta pressa hjá Herði. Þeir vinna innkastið en enn og aftur er Sigurður í einhverju smá vesinni en hann sleppur með skrekkin og fær aukaspyrnuna. Og þessi spyrna er alveg stórfurðuleg hátt upp í loftið en já, sjáum Gummi heldur hana höfuð á sér. Gummi hefur auðvitað fengið ófá höfuðhöggin í gegnum tíðina. Og auðvitað þar að leiðandi þurft að kveðja nokkrar heilasellunar. Hann er ekki alveg svo skarpasti. Nei, ég segi svona. Það er nú hundleiðilegt að missa annan mann í meiðsli í þessum fyrri hálfleik. Algjör óþarfi. Ef þú spyrir mig. Þú vera með það? Nei, við þurfum að kveikja á þér þá.
Máni Mar er mættur í stúdíóið og við ætlum að leyfa honum að taka þátt. Sjá, ég ætla aðeins að fikta í þessu meðan að Gummi liggur sárþjáður. Já. Velkomin Máni Mar. Takk fyrir Friðbert, sem veit ekki hver þá er ég Máni Mar, diggur stuðningsmaður Hauka. Nei, K.A. og leikmaður Hauka. Og leikmaður Hauka. Og sennilega stuðningsmaður líka, ég vona það. Já. En hvað finnst þér þessar fyrstu 30 mínútur eða svo? Mér finnst Haukanir bara flottir sko. Haukanir? Nei, K.A. Þetta er frábær byrjun hjá Máni. Þetta er ekki alveg nú gott hjá mér. Nei, K.A. menn byrja vel og nýju menninni líta vel út. Já. Smá skellur að missa bygga en það kemur maður í mannstæða. Algjörlega. Þá fáum við bara tækifæri á að fylgjast meira með Karabó. Já. En Gummi ætlar að halda áfram. Það er vel. Gott að heyra það. Sjáum að Þráinn tekur ekki markspyrnurnar, ætla hann sé eitthvað meiddur. Hlýtur að vera eitthvað aftanlegri. Já. Það byrjuði þetta trickplay. Þetta er einhverjar kúnstir sem eru kenndar á Ísafirði og einingis þar. En sjáum að Karabó, já, gerir þetta vel, tekur hann bara niður á kassan. Ekki að stressa sig á hlutunum. Ég var bara aftur maður núna þegar ég var að tala um nýju leikmenn, þá glemdi ég Feim Golike sem er nýr markmaður K.A.-manna. Já, hann lítur vel út. Ég var að reyna að skáta Álafoss senstu 2 leiki sem er spilað á móti K.A. Hann leit hörku vel út sko. Já, hann er með svona góða holningu. Já, frábæra holningu. Ég mitt mætti á æfingu hjá K.A. í fyrradag. Heyrðu. Já! Frábær markvarslana hjá Þráinn. Flottu skallið hana hjá Ingvar samt. Heyrðu, ég þarf eiginlega að googla hvernig Þráinn er fallbekt svo ég sé ekki í vesenni með það allan leikinn sko. Já, það er mikilvægt. Það er nefnilega krefjandi varðandi fallbeyginguna. Þráni eins og ég held. Þráni? Já, frá Þráni. Já, frá Þráni. Það er einmitt það sem ég er búinn að vera að segja. Þá þarf ég ekkert að fara að vera neitt að efast meira. Já, það var hörkufæri fyrir Ingva en vel varið hjá Þráni. Egil á Daða. Carlos missir hann að boltan aðeins frá sér. Hvernig fallbeygir maður Hörður Ísafjörður? Herðis? Nei, hvað segir maður? Hér er Hörður Hörð frá Herði til Harðar. Já, herðismenn. Þeir falla Herðimenn? Nei, vá. Harðarmenn. Harðarmenn falla mjög djúpt hérna yfir að leifa K.A. að sækja á sig. Þeir eru þéttir. Nei, ég ætla hann að í annað skipti að senda boltan beint út af. Það er aldrei sniðugt að vera eitthvað í því, sko. Það tekið eftir því að þetta harðarlið er mjög mikið byggt á ungum ennvöldum strákum. Já, þetta er nefnilega, þetta er ágætislið sem að hann, hvað heitir maðurinn? Axel er búinn að búa til. Já. Ykkur akademían á Ísafirði sem er að skila sér. Algjörlega, unglingastarfið.
Leikmenn K.A. sem ég er búinn að tala við eru búinn að tala mjög vel þetta harðarliði hérna. Já, Þessi ungir efnilegir strákar, en þetta væri erfiður leikur. En til þess má geta að útileikurinn var mjög erfið þar sem grasið sem við spilaði var bara með hestum í kringum og svo sem var þetta bara kartöflugarður, finnur menn að segja það. já, ég heyrði mitt sömu sögu að þetta er ansi erfiður útivöllur á Ísafirði. En hér sjáum við að Álftanes menn eru mættir að kynna sér K.A.-liðið. En Álftanesingar eru þetta í harðri toppartu við okkar menn. Já. Felix Anna missir boltan aðeins og langt frá sér. Eða missir hann ekki frá sér, misreiknar sendinguna. Þeir eru smá svona stressaðir á boltanum, öftustu menn, harðar. Kári Eydal, hann hefur heillað með þessar fyrstu mínútur. Já. Hann er ungur og efnilegur, skemmtilegur leikmaður. Það er eitt fyndið en það sem við sagði í stúkunni en fyrstu 20 mínútur. Já. Þá sáum við að númer 21 á miðjunni á Herði. Já. Dagur Eli Ragnarsson er nákvæmlega eins og hann Kristján Eriksen í útliti. Þetta er svo sem bara sami maður. Tóku eftir. Já, þetta er skemmtilegt. Ég var ekki búinn að taka eftir þessu, en þegar þú segir þetta þá er þetta bara virkilega góð punktur. Já, þetta er okkur fannst þetta mjög fyndið, en við sendum náttúrulega batakveðju til Eriksen sjálfan. Já, hann hefur það sennilega bara virkilega fínt. Já, vonum það. Hann er löngu búinn að jafna sig kallinn, en eins og þú sagðir, þá er þetta ungt lið hjá Herði og hann Kári Eydal fæddur 2004, virkilega skemmtilegu leikmaður sem er hann að djúpar á miðjunni hjá harðamönnum, baráttunum við Óla Sveinmar þannig. Kannski björt framtíð fyrir vestramenn ef að þessir ungu drengir ná að standa á sig. Akkúrat. Já, fín hreinsunan hjá Ívar. En þessar hornspinnur hafa ekki verið að gefa mikið hingað til og ekki farið yfir fyrsta mann og það sýnist Carlos ætla að taka þetta í þetta skipti. Ég trúi á mínum mannin Carlos, hann er með alveg löpp, eins og menn segja. Já. Panama löppinn. Já. Binni býður sér stutt. Og spurning hvort að Carlos ætla að nota hann. Sýnist ekki. Það er bara í bannan spinnan, en Þráinn öruggur. Gott pressins þannig í tegnum, en Já. Já, Daði vinnur boltann hana, en hann fer beint út af. Hvað ertu með að borða, Ellert? Burger. Ellert mættur í stúdíu með sveittan sjoppuburger. Það er það sem við viljum sjá. Burger. Já. Fannar með innkastið. Því miður er Burgerinn ekki að sponsa okkur, þannig að slæmt sjátt á það. Þeir gera það bara eftir þennan leik. Já. Yngvi. Miklu fyrstu takk. Já.
Sjá, við erum svona búin að vera talsveit meira með boltan í þessum fyrirháleik en ekki náða að skapa eitthvað opin marktækifæri. Þetta er búið að vera svona svolítið meira direkt hjá harðmönnum. Þeir eru svo sem ekki búin að skapa mikið heldur. Ég sýnist þetta hafa verið gameplani hjá Herði. Já. K.A. hafa verið að ströggla aðeins meira með lið sem hafa setið neðar. Algjörlega, en sjáum, hann hefði eitthvað geta gert en enginn sem réðst á boltan hana eftir að Karabó skalla hann í teginn. Nú óska ég eftir almennlegri hornspyrnu. Já, við erum með alveg skallamenn inn í. Já. Ólafur Sveinmann náttúrulega besti skallamæður í deildinni og Er hann sterkur í loftinu? hann helviti sterkur í loftinu. Við köllum þetta alltaf í öðrum flokkum, besta skallamenn í deildinni. Ja. Já. Hann alvöru pressan, sko. Ég hef ekki ennþá tekið eftir því. Já, þú veist, hann skýtur með höfn, skilur, hann góður að direkt. Svo fannar þetta mjög ákveðinn. Já, mjög ákveðinn og Daði góður í seinnibryggjunni, sko. Hann veit hvar boltinn droppar. Einmitt. En sjáum að Binni býður sér stutt og Sali á búinn að heimta þær myndi að taka þetta stutt, þannig að gera það. Veit ekki alveg hver tilgangur með því en þegar Sali talar þá hlusta menn. Það sjálfsögðu. Þá ætlar Carlos að snúa þessu inn á teginn og Þráinn með sérstaka tilburði hana í markinu, flaug á boltan og sló hann fyrir aftan endalínuna. Aukamenn vilja pakka inn á markmanninn. Já. Eitthvað ný taktík núna, þá vonum við að Carlos kom alveg kúlu, eða Binni, sjáum hvað. Sjáum hvað setur og Carlos, þetta er fínn bolti. Já, fínu. Fannar með skallan. Já, þetta var hættulegasta hornspyrnan hingað til. Góður bolti á Carlos. Já. Sjáum Karabóin mikinn hraða, brotið á honum hana, en Jannik leifir leiknum að halda áfram, en svo, já. Góð aukaspyrnu. Vel gert hjá Karabó. Það væri ansi stórt að ná inn einu marki hérna í fyrri hálfleik. Hefur þú séð þetta? Línu verður tekur skrefin á vegnum. Nei, þetta er eitthvað nýjung. Þetta er eitthvað. Gaman að þessu. Carlos sér hár á fjarstöngina og þessi fyrir beintinn! Já. Hvort þetta er bara markið hans Carlos eða ekki? Já, Carlos eða. Þráinn missir boltan. Carlos eða sjálfsmark á mannhann. Ég óskaði eftir þessu marki og bara Carlos svaraði. En þetta mark verður að skráða á Þráinn í markinu. Hann er búinn að vera öruggur hingað til í öllum sínum aðgerðum en missir þennan bolta hana beint í netið, en einhver síður virkilega flott spyrna hjá Carlos Rabelo. Eins og Kristinn Aron var að segja hérna fyrir 2 mínútum að það er að þjálpa á markmanninn. Já. Þegar allir boltarnir var að koma það skilaði sig þarna. Góður punktur hana hjá Kristni. Hann er strax farinn að setja mark sitt á leikinn, sem er ánægjulegt. Sterkt og skemmtilegt að sjá. En já, nú þurfa harðamenn svona aðeins að koma sér ofar á völlinn. Þannig að við getum gert ráð fyrir því að fá aðeins opnari leik í síðari hálfleik. Þeir eru strax byrjað að stíga aðeins ofar. Já, sjáum það. Það er mikið bil, sér það á milli sóknarlínu og varnarlínu. Og Daði með skemmtilega sending á Yngva og hann finnur Karabó.
Þetta er stórhættulegt. Findan. Já! Boltur dettur fyrir Sveinmar og Yngvi með krúsidúlur. Yngvi hann á óöppin hittir ekki boltan en fekk hann að tækifæri. Þetta var hættuleg sókn en eins og ég var að segja það var mikið pláss á milli varnar og sóknarlínunar og við nýttum okkur það. Mikið plástur expose á miðjunni. Já, Daði með frábæra sendingu á Yngva. En já, eins og við sjáum þá erum við að þjappa svolítið á markmanninn. Hann er að öllum líkindum svona svolítið lítill í sér eftir þetta mark. Ég held að sé alveg að hugsa þetta sko. Já, annað væri óeðlilegt. Sveinmar er ósáttur með boltan, að hvað fáið boltar á vellinu. Já. Segir varamönnum að sækja hennar boltan. Já. Og þá er það Carlos. Síðasta spyrna var mjög góð og þessi er fín. En Þráinn nær að kýla þetta í burtu. Hvar eru menn þarna? Já, Steinar sem betur fer fyrstur á boltan. Þeir byrja að lyfta, Hörður. Gott að sjá að ætti að opna leikinn töluvert. Já. Sérstök ákvörðunana hjá Jannik. Herðu, jú, það er góðu punktur. Skulum græða það. Herðu, ég ætla líka að breyta því í útsendingunni. Já, verður það. Sko, ég á auðvitað erfitt með að hugsa einn hlut í einu, þannig að það er erfitt að vera bæði á klukkunni, lýsa leiknum og vera tæknimaður. Þú ert bara að gera allt fyrir þetta félag. Það má alveg segja það. Hjarta Haukana. Bæði Hjarta Hauka og Kámana. Ég læti þetta tikka. En það er Kári Eydal með spyrnu og þessi er ágætt. Og harðamenn jafna leikinn. Þetta er ansi... Skrítið hvernig engin þrír menn lausir á fjær. Já. Það var, já, Sigurður Ardar með mark harðamanna. Góður bolti en dekkun alls ekki nógu góðan hjá KA-mönnum. Guðmi gerði sér besta til að stoppa en vantaði nokkra sentimeter upp á það. Já, þetta var óheppilegt að fá svona marka á sig rétt fyrir hálfleikinn. En við verðum bara að sýna karakter núna. Herri, hvað? Dómarinn það mjög... Þeir eru ekkert að flýta sér yfir miðlínuna. Harðamenn. En... Já, þetta er... Það má alveg segja að þetta hafi verið gangi leiksins. Fannar hana í einhverju bulli. Já, Egill fyrstur á boltan. Og Yngvi gerir vel. Og hann hefur plásina til að keyra í. Gerir það. Fer inn á völlinn. Já, liggur hann eftir. Bindu, binna. Steinar með fína sendinga á Karabó sem að kassa hann hérna niður á Fannar. Chest hana. Já, Karabó hann er svona unconventional leikmaður. Það er gaman að fylgjast með honum. Sprengir upp leikinn. Algjörlega. Og Steinar hérna með enn eina sendingun á Karabó en þessi var ekki on eins og maður segir. En það er alltaf gerast þessar
síðustu mínútur í fyrri hálfleik og það gefur góð fyrirheit fyrir síðara hálfleikinn. Bullandi skemmtunina á Hauka TV á föstudagskvöldi. Algjörlega. Og ég bara mæli með því að kíkja hérna á Ásvöllina. Það er gott veður og góður fótbolti. Ekkert nema gleði og glens. Já, það er spurning hvað Jannik bæti við. Þannig að voru einhverjar tafir þarna þegar Biggi meiðist, Seim og Gummi, þannig að hann bætir örugglega við einhverjum 3-4 mínútum. Karabó með fína tæklingan, já. Birgi meiðist líka, en hann geti alveg farið upp í 5 mínútur. Já. Það veit ekki. Nei, ekki þurftu þess. en þannig voru Jannik og Hugo ekki alveg sammála. Hugo vildi meina að Hörður átti þetta, en Jannik tók stjórnina og gaf KA innkastið. Þannig að ekki gott innkast hjá Fannari og þeir komast inn í boltan, en Egill inn í pressunni. Og Gert keira á Carlos. Carlos svona aðeins og slagur. Sjáum að þeir eru mjög aggressífir og þefa upp alla bolta ef við erum eitthvað kærlausir á honum. Sýnist harðamenn fyrir að setjast það fyrir niður, sem er smá undarlegt því að þeim gekk töluvert betur þegar þeir byrja aðeins að stíga ofar. Já, mér finnst líklegt að þeir taki bara þessar stöðu í hálfleik og svona endurstilli sig aðeins. Það er sennilega hugsunin. Karabó með skemmtileg skærið hana, en hvort það hefur verið Kári Eidal sem vann boltan hana, sýnist það. Yngvi með pressuna, aðeins og sinn. Braut hana á Sigþóri. Það er allt í góðu að láta aðeins finna fyrir sér. En jú, það er rétt, þetta eru sláandi líkindi á Degi Eli og Kristján Eriksson. Þetta er virkilega skemmtilegt. Líka svona svipuð holning, sko. Já, svipuð holning og svipuð hár og það er allt. Þetta háa Kollvik, sko. Já. En þá flautar Jannik til hálfleiks og þessi fyrirhálfleikur var bara virkilega skemmtilegur og já, gerir ráð fyrir að þessi síðari hálfleikur verði bara svipuð skemmtun. En ég ætla inn og aðeins að fá mig kannski kaffi og slaka hans á og svo bara sjáumst við af vörmuspori í síðari hálfleik. Ekki fara langt.
Er það Máni? Máni minn, Búið að kveikja á þessu. við erum mættir í lofti, kallið minn. Við erum mættir á lotti. Nú Tvöföld skipting á KV. Nú verðum við að slökkva öllu skvaldri í stúdíónu. Já. En hann Hverju fór út af hjá KV? já, einmitt, það er tvöföld skipting hjá K-mönnum. Hann Hólm og Hólmfaðir mættur og Sindri. já, sjáum Hverju fór út af? Gummi og Egill teknir út af. En hann ég fór aðeins inn í Vallarhús, nældi mér einn kleinurhring. Já, heyrðu. Hvað var að vera eitthvað í shoppinu eða hvað? Það var bara bakkelsi í Vallarhúsinu og Þetta að joina þig með þér? meðan ég var að há með hann kleinurhring í mig þá heyrði ég aðeins í Sali, hann var ekki ánægður Nei, skiljanlega. og þetta markaði þetta algjör skandall. En við gerum ekkert í því núna nema bara áfram gakk og skora fleiri mörg sko. Það er ekki mikið flóknar en það. Og hérna, Byrja vel. já, Yngvi köttar inn. Góð blokkering þarna hjá bakverði Harðar. Já. Ólafur Sveimar tekur auðvitað spinnuna hér. Góður spinnumæður hér á ferð. Sveingeirinn, Svein Geirinn. ég kalla hann Sveingeir. Ég kalla hann Brundmar. Já. Heyrðu, Káamenn að biðja hérna eitthvað en já, fann róli hana í baráttunni. En við skulum förum aðeins yfir þessar skiptingar. Sindri Hrafn kemur inn á, Gummi út af, þá fáum við Binna í miðvörðinn, Sindri hægra megin og Fannar vinstra megin. Já. Svo fáum við Aron Hólm inn á fyrir Egil. Það var bara Hólm upp á topp og Yngvi út á vinstri kant í staðinn fyrir hann Egil. Akkurat. Gummi fekk auðvitað höfuðmeiðslana í fyrir hálfleik, það er spurning. Það tekur ekki sens á því. Nei, einmitt. Vel gert hjá Kára Eidal. Og Birkir færir hann yfir, þetta er góð sending. Sprækur þessi. Númer 5 á kantinum. Spesen, fíla. Er þeir ekki saman á miðjunni þarna? Er hann ekki vinstri kanti? Þú voru ekki að fara með það? Já, ok. Kannski er hann einhverju demandamið eða eitthvað. Já. Nú er þetta bróðir Kára Eidal. Þeir eru hana tveir ungir og efnilegir. Eidal-bræðinir. En hvað ef það er ekki skildin að heinda bara báðir Eidal? Er einhver líkur á því? Og Jói, Úff. Jói heppinn þarna. Hann misreiknaði eitthvað aðeins boltan. En sem betur fer fór þessi bolti fram hjá markinu. Hann ætlar að spinna þessu upp öllin. Fínasta spinna hjá Jóa í áttina Óla Sveinmar. Týnir boltanum aðeins. Boltinn dettur á Fannar hana sem er ákveðinn. Já. Fannar. Þetta var svona típisk Fannars Óla tækling. Ég hef síðan gera þetta kannski svona 37 sinnum áður. Alltaf lágtala. Já, ég var að segja 54 sinnum. Já, eitthvað þar í kringum. Já, Milli 50 og 60. hann er ekki þekktur fyrir það að hika Nei. þegar hann fyrir návi. En nú, athyglisvert, nú ætlar Þráinn að sparka sjálfur. Já.
og hann sparkar ekki langt. Það Nei, er kannski ástæðan fyrir að já. Sigþór var að taka þetta í fyrirháleik. Sjáum við ástæðuna. Var hann kannski, hann þorði ekki að sparka á móti vindi en nú var hann með vindin í bakinu. Það gæti verið, en fannar inn í overlappinu á vinstri fætinum. Það er vinnurinn hon. Já, fínt. Brynjar ætlar að taka þetta, Carlos býður sér stutt, en þeir eru alveg tilbúinir að taka á móti því ef að... Já, sjáum hvað setur. Carlos leggur hana fyrir Brynjar, þetta er góður bolti, en Þráinn sterkur hana. Carlos nær ekki valda á boltanum. Brynjar sterkur í loftinu. Frábær skalli. Og Yngvi fyrstur á boltan. Kemur honum fyrir. Góð bolti. Boltinn dettur honum til, Aron Hólm sterkur. Já. Hólm, eitthvað sem Hólm vantar ekki er líkamsstyrkur sko. Þetta, maður sérðu það, ég til þetta ekki vera brot sko. Nei, mér fannst hann bara svona Nota öxlina. skýla boltanum vel, en ekki er ég að dæma hann að leik. Já, shit. Já. Heyrðu. Á ég að kíkja á streami hvað er komið langt í... Já, við erum alveg í ruglunni hana. 51. 51. Ég næ ekki að starta þess. Nægilega að spóla fram, eða það ómögulegt eða? Ég held að það sé ekki hægt sko. Það verður bara að hafa það. Já. Menn gleyma sér stundum, þú getur ekki gert allt í þessu félagi. Eins og ég sagði á þann, ég get varla hugsað um einn hlut í einu. Já. Hvað þá fjórar? Já. Hugsa um mig, skortaflegan, Lísa. Og tæknimaður. Já, tæknimaður. Það er náttúrulega alltaf mikið. Þú ert kannski ekki dýpan í allt múlíkvann, sko. Nei, ég er það ekki. Ég ger einn hlut vel. Hann Ekki sérði frábæran skalla hjóla sem er eitthvað sem hann er góður í. Og Aron Hólm með fínasta hlaup. Ekki alveg nógu góður bolti. Nei. Gott kast hjá honum. Þráni. Þráni, já. Sjá hraðan í Karabó. Vinnur hornspinnuna. Nei. Þetta er náttúrulega vitleysa. Bull og vitleysa. Frábærlega gert hjá Eidal þarna. Já, Birgir Eidal með góða tæklingu. Ég held að það sé alveg rétt hjá þér. Hann er á vinstri kantinum. Já. Með allt á hreinu. Hann var duglegur að vinna tilbaka hana og átti góða tæklingu. Nú tekur hann ekki maðurspinnuna. Já, Ósáttur. Sigþór ákvað að taka málinn í sínar eigin hendur. Smá træstorkinn á milli þjálfara. Fjórðölda passunni. Hautum það ekki. Já. Sali hefur gaman að svona. Nata heldur ekki. Aron Hólm í baráttunni við Sigþór. Eriksen er heldur á spinnuna. Ekkur miskilningur. Ég hef bara kallað hann Kristján í dag. Ég er alveg til í það sko. Já. En ég veit ekki, kannski tekur hann eitthvað næst sér að vera uppnefndur svona en... Já, kannski. Hann, hvað var eftir námi á pillinu? Dagur Eli. Já. Yngvi vinnur boltan aftur. Fínasti hagnaður hjá Jannikana. Erfið sending. Sjáum að við byrjum svona sem sterkari aðilinn. Karabó nær ekki valda á boltanum. Daði duglegur, setur pressuna. Geta fann eða hana, skýli bara á boltanum. Ekki svona bolt á mann, mikilvægt. Já. Það má minnast að það að einn sterkasti leikmaður Hauka, Þóri Eiðsson,
er ekki í dag. Káamanna, segir hún. Já, Káamenna, vá, ég þarf ekki að kóla henni, Já, Þórir Eiðsson, jú. Þórir Eiðsson lendi í leiðilegu meiðslum. Það er þetta að replacea svona menn en... Hérna góð sending hjá Carlos og Óla Sveinmar. Og Yngvi fær boltan og hann keyrir á hann. Og þetta er, já, ágætlega gert. Tökum það. En já, þú vilt meina Þórir Eiðsson sé einn af okkar sterkari mönnum? Já, hann er það. Ég veit ekki hvað ég get sagt við því, en hann er vissulega flottur. Hann er sterkur. Gerir eina dans. Já. Já. Kannski Brynjar og Carlos taka þetta stutt. En Jannik eitthvað að skipta sér af. Þeir eru innan línana sem merkja mörkið sem er að tekið í hónsminu. Þetta var ekki alveg nógu gott. Nei. Veit ekki alveg með þessu hónsminu hér. En Fínasta spinna hjá Binnaðana. Það tekur vel á móti boltanum. Felix duglegur. Skiptingin hérna yfir á Karabó. bílaði bolti, gott touch. Karabó leggur hann tilbaka og Sindri með krossinn. Og touch. Aron með frábæra móttöku þarna. Næra potan minna út á Fannaróla. Vel gert því á Hólm. Já. Það var bara alvöru touch. Hólmi leiðugur. Sjáum að harðamenn eru komnir virkilega niðarlega á völlinn. Já. Komnir aftur í gamla leikplani. Já. Þeir sætta sig held ég alveg við 1 stig. En hér sjáum við Fannar í overlappið. Yngvi leitaði á honum. En komst inn í þetta. Steinar og Guðmundurinn í baráttunni. Og Sigurður segi, hann heitir ekkert Guðmundur. Ég bara var eitthvað að gíska. Hver annan sem var að... Já, sem hljópaði eftir Steinari. Hann vann innkastið, Sigurður gerir vel. Og hér er hann í boltanum. Jú, hann heitir Sigurður, hann veit það. Skemmtileg sending hana hjá Felix á Sigurð. En Binni les þetta vel og ætlar að koma með hann fljótt upp völlinn. Gengur ekki. En Máni Mar, Já, fyrst ég er nú með því hana. já. Það verði nú aðeins að spyrja það út í hennan KF-leik. Já. Þið farið á Ólafsfjörð. Við gistum saman fyrir leik á... Gisti saman, gleði og gaman. Já. Svo farið þið á völlinn, Ólafsfjarðarvöll. Og tapið 5-0. Hvað getur þú sagt við þessu fyrir, ef það er ykkur Hauka stuðningsmenn að fylgjast með? Já, náttúrulega fyrir sumar unnu við
KF-menn í byggarnum á sama útivelli. Já. Þetta virkilega erfiður útivellur. Leikurinn sjálfur, þeir byrja mjög sterkt með bara 2 frábærum mörkum snemma, krossar, erfitt að díla við. Og við náum bara aldrei að koma okkur inn í leikinn eftir það, svo sem. Og við reyndum eitthvað að breyta kerfinu í hálfleik, en það breytingar virkuðu ekki og það gerði bara illt verð, sko. Já, en þið eigið leik á morgun á móti Leikni Fáskrúðsfirði og við komum bara sterkir í baka, við erum með rauðu dólganir ættu að vera hérna í stúkunni að styðja okkur, sem gefur okkur alveg helling. Algjörlega, þeir hafa gefið þessu mikið lit og algjörlega eiga hróskilið fyrir sína framistöðu. En já, ég er spenntur að sjá leikinn á morgun. Hann verður auðvitað sýndur hérna á Haukar TV og ég bara mæli með því að allir sem eru hér fylgist með þeim leik og fylgist vel með Mánamar í vinstri bakverðinum. Verður svona svo kallar inverted wingback eða bara... Já, nýji Cancelo, Íslands mætur. Nei, ég segi svona. Það var eitthvað sögursannur um það að þú myndir vera í þessu Cancelo hlutverki. Heyrðu, Aron Hólm! Marki á Hólm, geggjaðu crossshot að þetta var... World-class slótt, myndi ég bara segja. Þetta var frábærlega gert hjá Hólm Father, eins og hann kallaður í klefanum. Hólm! Feeling, man. Og hver var það sem átti fyrirgjöfuna? Daði. Já. Hann Daði. Ekki Karabo? Nei, þetta var hann Daði sem kom með grossana. Já, ég glemdi mér aðeins hana í inverted wingback talinu, en ég sá þessa afgreiðslu hjá Hólmarunum og þetta var frábærlega gert hjá honum. Og KA-menn komnir 2-1 yfir. Já, kemur aftur press. Sjáið Hólm, þetta alvöru. Hann hættir ekki. Hólmarinn, hann svo kallaður refur inn í teignum. Já, hann er elskaður í KA. Ef að menn vita það ekki, þá hann sem sagt bara kvöld híró í KA. Hann er góðsögn, það er bara hannig. Það er bara klálega hannig. Elskar á leikmönnum, skilar alltaf sínu á vellinum. Við elskum hann Hólm. Afsakið þetta. Ég veit ekki alveg hvaðan þetta kom. Hún hengið með heyrnartól þannig. Já. Það var helviti sásökafullt. En hér sjáum við Fannar á sprettinum. Hann hættir ekki. Já, vinnur boltann. Fannar. Gerðu, Daða úti. Já, Daði fær boltann og í stöngina. Nei. Hvernig í ósköpunum endaði þessi bolti ekki í netinu? Vá. Þetta. Frábærlega gert hjá Fannari. Hann hætti ekki. En vá, helviti óhefnið þannig. Já, þetta með hreinum ólíkindum að við komst ekki 3-1 yfir hann að Harðamenn náðu einhvern veginn að komast fyrir þetta. En það er bara eins og það er. Virkilega sterkt samt að ná þessu seinna marki. Já. Harðamenn ekki að stíga jafn hátt á eins og gerðu seinast eðilandu undir. Heyrðu, góðu bolti. Heyrðu, tjastar hann. Jó, ok. Þetta hefði alveg getað að veri. Já, það var smá soft en... Já, við sáum ekki mótmæli hjá Óla, þannig að... Nei. Það kannski eitthvað til í þessu hjá dómarunum. Já. Sterkur skalli hjá Óla. Skítur með höfðinu. Og Hólm með pressun á Þráinn. Þráinn nær að koma þessum bolta á Sigurð.
Sigurður stór og stæðilegur framherji. Hefur verið svona... Já, hefur verið flottur í þessum leik. Gert Ólafur Sveinmar. Slæmi gróðst þarna. Er að leika sér eldið hana en vel gert hjá Jóa. Sér að þessu fleiri hana frammi. Hvað er verið að... Heyrðu, keyrðu hann í Jóa eftir hann sparkaði? Ég sá þetta ekki. Í vikunni sá þetta ekki en hann liggur alltaf sár þjálfur hann niðri. En hann Jói, hann er grjótharður, vinnur í Bíkó, lagnadeildinni þar. Já. Er vanur, sko, það þarf hörku til að vinna í svona byggingavöruverslun. Já. Ég þekki það frá eigin reynslu, vann í húsasmiðjunni 2 ár, var þar, byrjaði á kassa, en vann mig upp. Stöðuhækun. Já, ég var endað í málingadeildinni. Já, eða hátt sem... Þú kemst ekkert, sko, ef þú ert að vinna í byggingavöruverslun og ert komin í málingadeildina, þá ertu svolítið bara komin svona á toppinn. Er það málið? Það er nefnilega málið. Maður læri eitthvað nýtt á hverju degi. Þetta er skemmtilegt að heyra þetta. Já, kallið minn. Eru ykkur mörg stages og alltaf að vinna fóstu, þú veist? Ég get alveg labbað í gegnum þetta með þér. Já, endilega. Ég byrja á kassanum. Já. Kassi, það er eitthvað leiðilega sem ég gert á ævi minni, að vinna á kassa. Já, það er ekki skemmtilegt. Þetta er svona mekanískt, þú ert alltaf að segja það sama á góðan daginn, viltu fá kennitölu á nótuna og þú veist, bara leiðilegt. Síðan fer ég í festingadeildina. Festingadeildina, já. Og er þar að selja skrúfur og múrtappa og allt þetta helsta. Þar fann ég svolítið sölumann í mér. Já. Ég var að segja fólki hvernig þetta festa þú veist, sjónvarp í gifsvegg eða eitthvað svona. Já. Það er eitthvað sem ég hef aldrei gert á ævi minni, en maður það bara að ljúga svolítið, Já, ok. Og þá vann ég mig upp stigann og endaði í málingadeildinu og var farin að selja málingu. Hvaða lit varst að mæla með? Er ekki einhver skrýtið nöfn á öllum þessum litum? Jú, hvítur, til dæmis hvítur. Hvítur er ekki bara hvítur, Nei, það er margar tegundir af hvítum, Þú ert með annað egghvít, málarhvít, 0500 og þú veist, það er hægt að leika sér svolítið með það. En hér sjáum við Karabó. Rangur. En er ekki eitthvað liti sem heita bara, þú veist, auður eða eitthvað? Eða er ég að bulla með það? Hvað segirðu? Heita? Bara liti sem heita bara, þú veist, til dæmis bara auður eða þráinn eða eitthvað svoleiðis. Jú, kallið minn. Er ekki litur sem heitir Máni? Heyrðu, vel gert hjá Daða, Hólm er komin inn hérna með skotfæri. Góð blokkinningarna hjá varnarmann Harðar. En góð hápressa hana hjá KA-mönnum. Þú verður áttaði á einu með málinguna. Í vélinni, þá getur þú blandað, þetta er alltaf milljón mismunandi litir, Já. Slæmsendingarna hjá Steinari. En við skulum hætta að tala um málningu. Ég get talað um málningu allan dag, en... Já, ég var til að taka þetta spjall senna með þér. Já, en nú þurfum við að fara að einbeita okkur á leiknum, Karabó. Það er svo eftir Birkjana. Já, sjáum að harðamenn, þeir eru að færa sig aðeins ofar á völlinn. Jói sterkur hana. Sindri með boltan upp á Daða, þannig að fer Sigþór í bakið á Daða Snæ. Daði deilir nokkur slæmum orðum hana úr Pyrringi. Já.
það er alvöru hiti hérna á hliðarlínunni. Hann Sali og hann Axel að skiptast á nokkrum orðum hérna. Já. Þetta fylgir fjórðudeildinni. Já, og Sali þetta hefur gaman að öllu svona. Hann Hellu. Sali hatar ekki að rífa sig hinn gamlan. Hann Sali, hann þjálfaði mig í 4 ár. Þekki þetta manna best. Já, nákvæmlega. Og sko, þú vilt ekkert mikið fara að rífast við hann Sali. Hann einhvern veginn sigrar allar rökræður. Já. Whether you like it or not, sko. Það er bara svoleiðis. Og hann er virkilega góður í þessu ruslatali, ef við svo maður kalla. Trash talk eða ég leiði mér að sleppa. Já. Sendingarna, Karabó velur ekki að nota hraða sinn í að keyra á. Jú, hún gera það. Já. Karabó, góð sending á Daða og broti á Daða. Það er búið að vera að brjóta hérna endalaust á honum Daða. Þetta náttúrulega frábær leikmaður, Daði. Já, hann er ágætur. Eins af besti í fjórðu, myndu margir segja. Já. Dagur Elíana sem braut á Daða. Kristján. Já, ætli Daði takit ekki bara sjálfur. Ég held að Daði mun koma óvart og skjóta. Það kemur mér bara ekkert óvart. Það myndi koma mér óvart ef hann gera það ekki. Sko, þetta var einhver versta spinna sem ég séð á æfinni. Þetta var heldur slæmt. Það var bara svona meðfram jörðinni á svona 3 kilometra hraða. Þetta virkar kannski á 17 metrunum en af hvað var þetta? 27 eða eitthvað? Já, ég er nokkuð viss að þetta er ekki það sem hann ætlaði sér að gera. Hann sá fyrir sér að smyrja hann í nærhornið, en stundum gerir svona. Já. Æ. Easier said than done. Ég leiði mér að staða. Herðu. Vel gert, Carlos. Guð blessi. Takk að þér. Brotið hana, þeir eru að brjóta ansi mikið núna, harðamenn er að reyna að hleypa þessu upp í einhverja vitleysu. En þetta eru rólindis menn í þessu káli og þeir kippa sér ekkert upp við svona lagar. Nei, alls ekki, þeir kunna halda skapinu. Já. Skemmtileg hugmynd hjá Daða en Karabó var ekki alveg mættur. Já, Sigþór lét hana aðeins finna fyrir sér. Hér kemur einhver annar pjakkurinn á. Það er ekki 19 á skýrslu þannig að við höfum ekki hugmynd hver vert. Ég er að giska að þetta sé hann Hreinn Róbert Jónsson. Já, það er spurning. Það er spurning sko. Hann er frekar Hreinn með útlitið en ég myndi giska að hann heitir Hreinn. Já. Það var heldur slæmið hjá mér en. Þetta var bara ekki gott sko. Ég ætti helst að vísa þér úr stúdíónu en ég geður hann að séns. Já. Sigþór spinnir þessu upp sem fyrr. Sigurður rýmina með hælspinnuna en Steinar sterkur í loftinu en boltinn dettur á Kristján sem að kemur hann. Já, góðu varnarleikur henni á binna. Þeir eru aðeins að sækja sér veðrið, harðamenn. Heiðalið til hann á skoti sem gekk ekki alveg.
Er búið að vera slökkt á mér allan tíman? Já. Við erum nú að hlusta. Heyrðu. Þetta, gaman að þessu. En ég er búinn að hafa Mána með mér allan síðari hálfleikinn og það er búið að vera slökkt á honum held ég. Heyrðu, ég er samt hérna á streaminu og það heyrist allir lagi ekki gott í mér, sko. Já, ok, þannig að er ég að rugla? Já, hann Friðbert er bara alveg í bullinu. Já. Gleymir að setja skórtöfluna, heldur að kallinn sé á mute, en Já, þetta er, stundum er þetta bara svona. kannski tveir of margir, tveir aðeins of mikið. Já. Jæja, gott að þú hefur verið viðstættur samt. Já. Já, ég er líka búinn að eiga mína skyttur, sko. Búinn að kalla Káa oft hauka hérna og kann ekki að fallvega hörður. En það vil gera þessu. En sko, þú er átt á því að þetta er 4. deildin og þú ert að vinna þig upp, sko. Þú ert bara, þetta er æfing. Þetta er endalaus æfing. 10 ár og á að vera að lýsa hérna að tjampa. En varstu eitthvað að hækka í mér, eða? Já, Vel, halló. Já, mér finnst ég vera að tala ekstra hátt, sko. Já, svona, þetta er held ég aðeins skára, það ekki? Jú, ég veit ekki. Já. Við bara fikrum okkur áfram í þessu. Núna fyrir hörð þá er hann Súvat Tjameram að koma inn á. Já. Og hann Sigþór Snorra að leiðin út af. Sigþór búinn að vera sterkur í þessum leik, taka góðar markspinnur fyrir liðið sitt. Ég er hérna einn í smástund því hann Friðbert þarf að víkja á klósettið, en frábærlega gert hjá Karabó. Bolti dettur til Óla. Óli Sveim. Hann viðir hann með skallanum, frábærlega varnarmaður Harðar. Góð sótt hann að frábærlega unni hjá Karabó. Þið sjáum hann að hraðan í honum. Virkilega hættulegt. Hann Óli Sveimar er komið með held ég 5 mörk fyrir Káa í sumar, 4 úr víti. Óli Pennandens, eins og við viljum kalla hann stundum, en hann fekk hann gott tækifæri til að setja sig í 7. Hólm, frábærlega varið hjá honum Þráni. Kallast tekur aftur spinnuna. Sýnist hann ekki fyrir að vera að finna hann Brynjar stutt núna. Fín bolti og hann lekur í gegnum allt. Ég skil ekki hvernig þetta getur gerst. Yngvi hér með boltan. Káamenn komið aftur með stjórn á boltan og stilla sér upp í sóknarstöður. Frábær skiptingana hjá Brynjari. Ískaldur pannar með gott touch. Óli með svæði til að snúa. Finnur Karabó. Vel gert. Hann vinnur hon. Vel gert Karabó. Frábær frumunin hjá Karabó til að byrja með núna, búinn að vera hættulegur, keyrir á menn, sýnir sinn hraða og ógna vel á vörnina. Sýnist þetta að vera frábær liðstyrking fyrir okkur Káamenn. En Carlos nú hérna með spinnuna. Og bolti, og það er í gangi, það er eitthvað klafs í teinum. Vel gert Carlos. Hann reynir skot lúmst en ekki alveg að ganga upp hérna.
Hann Freyr Berti mættur hérna. Ég komin aftur. Ég þurfti að fara klóstið sko. Já. En hvað, misti ég okkur upp? Já, Óli Sveima fekk hérna gott skottækifæri fyrir utan teig en varnarmaður Harðar ná að fleygja sér fyrir skotið sko. Svo var ég líka svolítið sko, ég ákvað að fara. Ég vildi svolítið henda þið bara í djúpulauðina. Já. Sjá hvernig þú myndi spjara þig einn. Já. Hvernig gekk? Þeir mér bara að hafa staðið mig ágætlega sko. Já, það er gott. Ég var að tala að þetta væri bara flott frumrun en hjá Karabó, fyrsti leikur. Búinn að ógna vel á vörnina og... Hann er skemmtilegur. Hann er skemmtilegur spilari sko. Hann er það nefnilega. Ég er svolítið móður, ég tók sprettinn sko. Já, þú varst í því? Já. Óla. Gert Gallos. Var eitthvað að vera að hækka í okkur fyrir hver? Ég finnst bara eins og við séum að það er ekki að bulla. Það geti alveg verið sko, en hann ég verð bara að vera hreinskilinn. Ég kann ekkert á þessa tækni og Já. Við verðum bara að lifa með þessu. Já. Ef það er hátt, þá er það bara þannig. Það var lækka bara menn í sjónvarpinu eða spjaldtölvunni eða símanum eða tölvunni, hvar sem þú horfa á þetta. Góð punktur. Farinn. Vilger Fannar búinn að vera drullu solid í þessum leik eins og alltaf. Það er nefnilega málið sko. Fannar, hann er náttúrulega númer 7 á bæinu því hann skilar alltaf svona 7 performanceum. Hann er þannig spilari, myndi ég segja. Hann er svona sko, hann er léttur Alan Hutton. Alan Hutton, já. Alltaf seigur, gerir sitt vel og það er mikilvægt sko. Heyrðu, það er eina skipting hjá aðalmönnum, hann Sigurður Arnar Hannesson er á leiðin út af en leikmannum 22 er ekki heldur skráður á skýrslu en hann, við töldum að hann Hreinn kom inn á hann þannig að við teljum að þetta sé hann Helgi Hrannar Guðmundsson hér að labba inn á. Já, en þú auðvitað veist ekkert það sko. Þetta er 50-50 sko. Já. Það eru 2 mennanna. Yngvi Rangstæðar. Já, eins og ég var að segja, þá eru 2 mennanna sem eru ekki skráðið með númer á leikskýrslunni. Þannig að þetta er bara 50-50. Ég biðst afsökunar ef að fólk frá Ísafirði er eitthvað reitt yfir þessu en svona er þetta bara. Þú ert með þykkan skráp, Mánimar. Já, hann Þórður Örn, betur þekktur sem Trent Alexander-Arnold er að koma inn á fyrir K.A. Og sko það er eitt með þetta K.A.-lið. Það er mikil breidd í þessu liði og þú veist það er engin svona dragbítur í liðinu. Þetta er allt góði leikmenn og þú þekkir hann að frasa. Keðjan er ekki sterkar en veikast í hlekkurinn. Já, heldur betur. Mikilvægt að vera með góða breidd og vera með leikmenn á bekknum sem geta breytt leiknum. Og hér sjáum við Karibó á vængnum. Jú, heyrðu. Þráinn í litlum vandræðum með þetta. Kannski verið betra að taka touchi og býða eftir að boxi fyllist. Þráinn í markinu, Daði Snær Ingason setur mark, frábær spilna. Smá mislökana í vörninni hjá harðarmönnum en vel klára hjá Daða. Virkilega vel afgreitt hjá Daða Snær. Hann Yngvi kemur hann út af í staðan Dotta a.k.a. Trent. Já. Er hann kallaði það Trent? Já, hann er búinn að vera með hrikalega sterkar innkomur hérna í hægri bak. En ég sýnast að vera núna hérna á hægri vængnum. Já, Steinar finnur Daða og nú getur við svo trætt. Sjáum Dotta hérna í overlappinu eða svona hlaupinu upp vænginn og hann er með ferskar lappir og já,
Súvat gerir vel hana annarlega. Daði hann að tapa boltanum, sjáu Daða á sprettunum tilbaka. Birgir og Fannar hana í... Frábær tækling Fannar og... Nei, heyrðu, víti. Nei, nú er Hugo. Fannar er brjálað. Mér sýndi þetta bara að vera frábær tækling hjá henni. Ég veit ekki hvað það er verið að dæma á hérna. Þetta er furðulegt en... Sko ég hef brennt mig á því að vera eitthvað að setja út á dómarina og svo hef ég rangt fyrir mér, en ég er svona 99% viss að því að Fannar tók bara boltan hana og þetta var bara flott tækling, en Hugo er ekki á sama máli og já, þetta er athyglisvert. Hann Jói étur hann. Hann étur Reydalinn. Já. Horfum á það. Birgir Reydal tekur þetta. Tók miðuna. Og hann, já, Hugo hleypir lífið hennar leik. Þetta gekk ekki í gang leiksins. KM búinn að vera hérna töluvert sterkari aðalinn í sinni hálfleiknum. Svo kemur leiðilegt víti. Þannig að þetta er leikur. Dömunar herrar. Sínustu 5 mínútur ætti að vera spennandi. Já, athyglisverður dómur hana. Ég þurfti að fá að sjá þetta aftur, en við fyrstu sín þá leit þetta bara út eins og flott tækling. En nú verðum við bara að einbeita okkur að þessum síðustu mínútum. Það er ekki mikið eftir. Það er bara fókus. Já, en þetta er auðvitað skemmtilegt fyrir svona hinn hlutlausa. En svo sem efast að það séu margir hlutlausir áhorfendur að horfa á þennan leik, en það verður bara... Já, það verður bara... Það er bara þannig. Sjáum Karabó á sprettinum. Hann er stór skemmtilegur og með góða sendingu á Arnholm. Það er 87 mínútur liðnar að þessum leik. Sjá Þráinn sparkar sig og Óli sterkur í loftinu, skallar hann á Karabó. Binni með sendingun á Þórð. Fín móttaki á Þórði hana, virkilega vel gert. Já! Það hefði verið sexy. Vel gert hjá honum Dodda. Carlos er rétt mættur. Les þetta vel. Sko ég er svolítið gaman að því að Carlos er búinn að taka að sér þetta líkatermól hlutverk. Sko hann er giftur og hann er svolítið að éta þetta upp varnarlega og stjórnar svolítið spilu. Eins og líkatermól gerði hérna fornum daga með Sunderland. Já. Manstu eftir honum? Já, ég man mjög vel eftir honum líkatermól sko. Hann Óli Sveinmar, það er átrónum góðan hans. Hann byrjaði tímabilið að vera giftur en síðan hann, heyrðu, ég er orðinn Bruno Fernandes af því að hann er búinn að skora svo mörgum vítum. En hér er Óli Sveinmar! Sparkaði hann sínst mér í bakið á Arnholm. Þetta var kraftur í þessu skoti. Já, boltinn dettur hérna fyrir Þórð. Akkur setur hann inn í? Já, þú vildi sjá hann skjóta, en hann fær aðra tilraun. Óli Sveinmar! Þessi markvarsla. Þetta var heimsklassa markvarsla. Stórkostleg. Og þannig sjáu þið, það sem Þráinn gerir hárrétt. Hann ver og síðan fer hann að öskra á varnarmennina. Það er mikilvægt. Eftir heimsklassa vörslu, þá er alltaf að láta varnarmennina heyra það. Pickford style. Já. Þetta gerir hann Jordan best allar manna. Þetta var frábær markvarsla. Það var alveg. Óli, já, þetta er fín spilna. Boltinn dettur fyrir Carlos. Og Karabó er með boltan hérna. Finnur Óla Sveinmar. Og hann ætlar að koma svo aftur fyrir.
Já. Og Sindri les þetta á hann. Herðu! Þetta er ótrúlega! Ég er í sjokki! Ég biðst afsökunar á að við missum gjörsamlega vitið, en þetta er eitthvað svakalegasta mark sem hefur bara, ég hef aldrei séð svona mark áður á Haukar TV, þvílíkt og annað eins. Þetta, ég var aldrei að búa þessu. Sindri Jónsson. Hvað getur maður sagt? Bara það er ekki til nógu góð orð til að lýsa þessu marki, myndi ég segja. Takk. Takk, já, bara takk. Þetta Sindri, takk. Þegar hann hljópaði boltanum, ég bara, hann ætlar að skjóta þessu. Þrykkir þetta upp í Samúel. Hvaða vitleysa var þetta? Já. Þetta var eitthvað svakalegasta. Ég er ennþá að jafna mig. Ég mun ekkert sofna í nótt. Ég verð bara að hugsa um þetta mark. Ég muni eftir þessu í mörg ár held ég. Þetta var þvílíka vitleysan. Já, ætlaði að bæta við. Skipti yfir. Dotti, Allen inn í gegn. Já. Góð varsla hjá hann Þráni. Ætlar að setja hann á nærstöngina þarna, en Þráinn var þetta ágætlega. Við spila hérna á harðamönnum. Þótt að það sé 4-2, það er ekki alveg búið. Þeir keyra hérna á gott skot. Vel var í Jói, heldur boltanum vel. Ég verður að sjá þetta marka. Já, ég er hérna á útsendingunum. Ég er að sýna þetta. Já, þetta var alveg sleggja, eins og maður segir þetta stundum. Þetta var eitt skemmtilegsta mark sem ég sé skoraði násöllum, en það er bara eins gott að ég ákvað á miðvikudeginum, hugsaði, ég vil sýna hann leik. Já. Ég held að það þarf bara að sýna restina af KA heimaleikjum tímabili eftir svona framistuðu hjá okkar mönnum, sko. Þetta er búið að vera... Ég meina 6 marka leikur, undramark. Já. Bíf á milli þjálfara á liðlínunni. Sko, maður getur ekki beðið meira. Þetta er búið að vera... Þetta er bara allur pakkinn. Þessi leikur er búin að vera eintóm skemmtun. Og bara, ég vil óska öllum þeim sem ákveða að horfa á þennan leik til hamingju. Já, til hamingju. Takk. Takk. Karabó hérna í baráttunni. En eins og varst að segja áðan, þá er Karabó búin að eiga flotta frumraun. Og það má alveg segja sama Yngva sem að var einmitt að spila sinn fyrsta leik. Og hann er búin að eiga bara flottan fyrsta leik. Og þeir eiga bara eftir að verða betri, býst ég við. Þeir eru ennþá svona komast inn í þetta bara. Já, rétt. Þetta stefnir í eitthvað gott hjá KA sumar, sko. Það byrja vel, en ég held að stóru hlutir framöndan. Já, hér sjáum við Karabó. Já, kloppar hann. Já. Það er brotið á honum, en... Æja. Fyrirlegt. Svo eitthvað sér sagt. Sjáu þetta vörkleit. Já, ok, vel gert. Sindri. Skjóttu bara aftur. Hann æstur, hann vildi fara í skotið. Herru, hann er mættur. Og Daði Snær, hann vil vera með. Og þá flautar Jannik til leiksloka. Já.
Og Máni, ég þakka þér fyrir að koma hérna, þú kom sterkur inn. Þakka þér fyrir frábæra framistuðu fyrir Bert. Já. Ég vil bara þakka Káa fyrir frábæran leik líka. Algjörlega. Þakka öllum áhörfundunum. Það var heldur margir sem horfðu á hana leik sem Það er ánægjulegt. Það er ánægjulegt að sjá. En frábær leikur, frábær úrslit og áfram K.A. Áfram Káa. Og ég vil vinna á leikinn á morgun. Já, Haukar, Leiknifoss. Klukkan 19:15. Akkurat. Þá gerir ég ráð fyrir að allir tune in. Já, 13:30 er alveg en að Stendur vel Máni. Leikurinn er 13:30. Máni eitthvað vanstiltur í dag en við þökkum fyrir okkur og sjáumst síðar. Ég vil svo på þessu skjúla.